Komið sæl, Rúnar Helgi Vignisson heiti ég, dósent og greinarformaður í ritlist. Í meistaranámi í ritlist þá gefst áhuga fólki ritsmíðar kostur á að þroska hæfileika sína undir handleiðslu reyndra höfunda. Við teljum að vanlegasta leiðin til þess að tileinka sér skapandi vinnubrögð sé að vinna með þeim sem hafa reynslu af því. Áherslan á frjóa hugsun og miðlun hennar í listrænum texta af ýmsu tagi. Lesnar eru bókmenntir hvaðanæva úr heiminum meðfram og það gerum við til þess að sjá hvernig aðrir hafa gert hlutina, læra brögðin þeirra og náttúrulega glöggva okkur á því hvernig þeim aðferðum sem að ritlistin hefur þróað í aldanna rás til þess að miðla veruleikanum í gegnum þann kóða sem orðin eru. Við lítum svo á, og það held ég að sé grundvallaratriði, að við séum öll skapandi, að öll höfum við eitthvað merkilegt að segja og að öllum geta okkur farið fram ef við æfum okkur á réttan hátt. Það er æfingin sem skapar meistarann, það sýna rannsóknir og líka reynsla okkar hér í HÍ. Það sýnir sig að nemendur taka mjög hröðum framförum, bæði hvað varðar tæknilega atriði og eins líka hvað varðar listræna nálgun. Ritlist í boði sem 120 eininga meistaranám og námið er þrískipt við söfnum í 3 fjársjóðskistur. Sú stærsta eða helminguna náminu sem við kallum smiðjur. Það eru verkleg námskeið sem eru tileinkuð skrifum af ýmsu tagi. Vanalega eru smiðjurnar þá tileinkaðar einhverri bókmenntagrein. Í smiðjónum þá er skrifað látlaust, nemendur leggja jafnvel fram texta í hverri viku og þeir eru síðan lesnir af samnemendum sem eins konar aðstoðarkennarar og náttúrulega kennara og sumir þeirra eru síðan lagðir fram fyrir allan hópinn og ræddir í þaula. Og tilgangurinn með því samtali er sem sagt að auka vitund fólks það sem það er að gera og fá ýmis sjónarhorn á textana. Þannig að það eru í rauninni nemendurnir sem að tryggja gæði námsins með því að koma vel undirbúnir í þessa tíma. Og umræðan miðast alltaf við það að hjálpa nemendum áfram með textana sína. Opna fleiri möguleika, ýta þeim áfram eins langt að þau komast. Það er ekki stefnt að því að brjóta nemendur niður eins og stundum virðist vera marka má kvikmyndir sem kom frá Hollywood og fjallað ritlistanám. Fjórðungur námsins er í formi fræðilegra námskeiða. Það eru 30 einingar. Og við erum svo heppin að hafa heilan háskóla í kringum okkur. Og nemendur geta því farið vítt og breitt deildir háskólans ef þeir svo kjósa og sótt sér ýmislegt efni sem að þeir telja að nýtist í námi sínu, til dæmis við samningu lokaverkefnis. Þetta þurfa því ekki endilega að vera bara bókmenntanámskeið, getur verið námskeið af ýmsu tagi þess vegna í vísindum. Lokaverkefnið sem að sumir vilja reyndar kalla byrjunarverkefni, þess að það er fyrsta alvöru ritsmíð upprennandi rithöfundar oft á tíðum. Það er semst frumsamin ritsmíð af listrænum toga, unnin á námstímanum eins og allt efni sem að fjallað er í þessu námi. Og það getur til dæmis verið sagna eða annara lausamálsteksta, það getur verið ljóðasafn, greinasafn, leikrit, kvikmyndahandrit, þýðingjafnvel, sannsaga svokölluð þar sem að aðferðir skáldskaparins eru notaðar til þess að miðla sannsögulegu efni. Það getur verið nóvella, það getur verið stutt skáldsaga eða einhver blendingur því að sumir af nemendum okkar hafa líka bakgrunn í öðrum listgreinum og finna stundum skapandi leiðir til þess að blanda þeim saman. Meistaraverkefninu skal síðan fylgja greinargerð vinnslu þess og líta má á hana sem eins konar sköpunarsögu verkefnisins þar sem að
Nemandinn fjallar viðfangsefni sitt í verkefninu og svona helstu tæknileg úrlausnarefni og stundum þarf hann þá að lesa sér til eða glöggva sig á einhverju í leiðinni. Inntökuskilyrði eru fyrsta einkunn úr grunnnámi en jafnframt þarf að fylgja sýnisvotn af skrifum umsækjandans, alls 25 síður hámark. Það getur verið bland í poka, það getur verið ljóð, örsögur, smásögur eða þá bara ein lengri ritsmíð. Aðalatriðið að umsækjandinn velji efni eftir sjálfan sig sem að gefur sem besta mynd af því hvar hann eða hún staddur sem höfundur. Það síðan 3 manna inntökunefnd og hún skipuð umsjónarmanni námsins og 2 rithöfundum sem Rithöfundasamband Íslands tilnefnir árlega og hún velur sem sagt inn í námið á grundvelli þessara ritsýna sem að send eru inn. Undanfarin ár höfum við tekið inn 16 til 18 manns. Við viljum ekki hafa of margt í náminu vegna þess að það mjög einstaklingsmiðað og við viljum geta sinnt hverjum og einum mjög vel. Þess má geta að við reynum að afmá nöfn og kennitölur og aðrar upplýsingar bakgrunn umsækjanda af umsóknunum og lesa þær blindandi og fordómalaust. Nú við viljum gjarnan að höfundarnir sem frá okkur koma séu af ýmsu tagi og að þeir séu fulltrúar fyrir sem flest svið íslensks þjóðlífs. Hins vegar viljum við líka að allir af okkar nemendum að þeir hafi staðgóðan grunn í bókmenntum og hafi á hraðbergi ýmis hugtök sem að notuð til þess að tjá sig bókmenntir. Þannig að til þess að gera fólki sem ekki hefur neinn bakgrunn í bókmenntum kleift að útskrifast, þá þarf það að bæta við sig 30 einingum í formi bókmenntanámskeiða af B.stigi. Nú tækifærin að náminu loknu eru sjálfsagt mörg og hugmyndaflugið getur búið til. Nemendur geta haslað sér völl hvarvetna þar sem að þörf fyrir ritfært fólk og víst að það mikil þörf fyrir ritfært fólk í samfélaginu, víða í samfélaginu. Flest fyrirtæki þurfa að hafa á sínum snærum eitthvert ritfært fólk sem getur búið til kynningarefni og verið andlit fyrirtækisins. Útskriftarnemar okkar hafa líka margir hverjir farið í einhvers konar fjölmiðlun. Þeir hafa farið inn á auglýsingastofur, þeir hafa farið í kennslu og svo hafa auðvitað margir þeirra steðjað fram á ritvöllin og gefið út bækur af ýmsu tagi og það gaman að segja frá því að útskriftarnemar okkar hafa verið tilnefndir til eða hreppt öll helstu bókmenntaverðlaun landsins frá því að ritlist var gerð af sjálfstæðri námsgrein við Háskóla Íslands árið 2008. Viðurkenningar þeirra skipta tugum ef ekki hundruðum á þessu tímabili. Nú fyrir 2 árum þá gerðum við stutt myndband starf okkar í ritlistinni og þið getið fundið það á YouTube og þar koma nokkrir af þeim höfundum sem hafa farið í gegnum námið og vitna vistina hérna hjá okkur. Það líka rétt að nefna Blekfélagið sem nemendafélag ritlistarnema. Það gegnir mjög mikilvægu hlutverki að búa til samfélag utan starf okkar. Við lítum svo á að samfélagið sem verður til í ritlistinni sé mjög mikilvægt að í því samfélaginu sjálfu búi viss sköpunarkraftur og við sjáum það meðal annars á því þegar að upp úr þessu samfélagi spretta litlir hópar sem að standa að alls konar verkefnum sem frumlegum sem hafa auðgað bókmenntalífið í landinu. Blekfélagið stendur annars fyrir ýmsum viðburðum. Það með upplestra og það með svokölluð samskrif, það sem nemendur koma saman og skrifa saman. Það með skáldaferð, það gefur út bók á hverju hausti og nýlega stofnuðu nemendur hlaðvarp sem heitir Blekvarpið og
finna má á netinu. Nú, ef ég hef ekki svarað öllum spurningum ykkar, þá sjáu þið á þessari glæru hvert þið getið sent frekari spurningar og svo þakka ég bara fyrir mig.